Nei, hver gerði það? Hver gerði það? Nú, hann afi! Jæja, komiði sæl. Velkomin í þannan þáttinn kalli honum. Já, ég veit ekki hvað ég á að byrja sko, en það sem gerðist sem sagt að við tókum bara upp einn þátt. Það er 3. dagur hjá mér og við tókum upp þátt á sunnudaginn og þessi þáttur sko, hann kom ekki. Það var bara eins og hann var að koma í tölvuna og allt góð og allt var error. Við prófum í annað skipti, error. Prófum í 3. skipti, error. Þá var að fara að loka borgarbúnasamluna, þannig að við veitum bara að fara. Þannig að ég hérna komin í dag á 3. deginum til þess að reyna að finna þáttinn og setja hann inn. Það var markmiðið. En síðan allt í einu er búin að eyða þættinum. Þetta er framastæðan. Ég er búin að leita í tölvunni, ég er búin að reyna að fá ráð á netinu og líka búin að reyna að leita á tækinum sem við tökum upp á. Bara hvergi finnst þessi þáttur. Þannig að þessi þáttur mun aldrei koma út en þetta var mjög góð þáttur, örugglega sem besti. En ég er frekar fúll, það var bara frekar gott efni í hann sko, það voru alltaf þáttur sem myndir að hlusta á oft í gegnum tíðana sko, annars það verður ekki þannig því miður. En jú, þetta Mattías var ekki í honum, hann var upptekinn. Þannig að við vorum eitthvað að grína, hann var vælandi undir borðinu og síðan var ég og Úlfur að tala um bíómyndir og ég fór í bíó, harmyndina, talaði það ég og Magnús vorum saman, tölum um hana og það var mikið góð dóti í þessum þætti. En bara það virðist sem að hann muni aldrei koma þessi þáttur. Og jú, við skuldum þátt, þannig að þetta er bara svona stuttur útskýringaþáttur með mér einum í kompani. Þetta ég er að útskýra hvað gerðist. En já, þetta var bara frábært þáttur. Já, ég og Úlfur að tala um gamla grínmyndir. Maggi fór í vinarleikinn, spurði góða spurningu vinarleikinn, það var skemmtilegur vinarleikur. Eða þú veist þannig að þekki það ekki. Þetta er núna vinarleikurinn. Já, þetta var bara örugglega svona, ég held 3. besti, það er bara næst besti sko. Það er henni sálengri og ég menna ég er frekar heila döður svo ég veit ekki hvað ég var að segja núna. En allavega hérna var sko hljóðið sem við ætlum að hafa í þetta sko, þetta var hljóðið sem við ætlum að hafa. Nú, hann afi! Já, síðan var ég með, þú veist ég sjálf frá mjög fyndna, hvað heitir leiðurinn sögustund, það sem ég var að leika YouTuber sem heitir Marino, algjör stefað sko og hann átti katt sem heitir eitthvað Casey Junior og eitthvað. En já, þetta kemur alltaf fyrir það bestu bæðum sko, ég veit ekki, kannski þetta að bóka lengri tíma næst eða eitthvað. Ég veit ekki af hverju svona gerist sko, en eins og staðan er núna er ég ekki annars mann ákveð hvort það verður bara venjulegur þáttur eða auka þáttur. Sko, þannig ég með eitthvað hugmyndi, kannski getur komið 2 þætti næstu viku, bara svona, já, henda ykkur út í loftið, en ættum að gera það, 2 þætti, nei, kannski ekki næstu viku, en kannski, þú veist, getum við gert 2 þætti í páskafríinu eða eitthvað svona, við getum
einhvern tímann á næstunni, jú, ég er alveg mikið á fríum að koma og svona, jú, það er frí, sko, held ég. Hvenær ertu frí? Það er frí, það er frí þriðjudaginn 8. mars, sem er náttúrulega bara áfyrir að stutana til. Þannig þá getum við kannski bara að fara að taka upp þátt á. Ég held að það sé kannski góð mynd. Tekið við þátt þá. Og þá hann getur bara komið þann dag og sunnudag næsta. Það skiptir ekki máli. Það var alltaf 2 stundir það vikuna. Þá erum við alltaf að reyna að gera eitthvað til þess að sportna með þessu. Kannski aðeins svona framtíð þáttar, fólk kannski alveg búin að ákveða svona, ekki búin að ákveða, kannski fólk svona ekkert alveg búin að veit kannski ekki alveg hvað ég er núna að reyna að finna síman, veit ekkert alveg hvenær við erum bara að hætta og hvort við fyrir eitthvað frí eða hvort að við erum bara að hætta eftir 87 þætti eða eitthvað, en nei, staðan er núna, verðum við alltaf út þetta ár, sko, og vonandi verðum við bara þannasta ár líka, sko, ég held það allavega, það getur kannski einhverjum öðlum hættið og nýju komið í staðinn, eða það getur allt gerst, en eins og staðan er núna, þá er ég alveg til í að vera hérna, sko, alveg örugglega þetta ár og út næsta held ég líka alveg, sko, það er alveg, ég get alveg séð það fyrir mér, sko, og það verður þannig. En já, þetta nefnilega, það er nefnilega mikið svona í gangi. Vegna þess að, sko, það er alveg, já, ef við förum bara að sé við dagskrána í þessu hlaðvarpi svona á næstu vikum, ef ekki mánuðum, þá, núna í dag er ég að taka upp 22. febrúar og þetta kemur út þá, væntanlega. Og síðan 27. febrúar, þá kemur annar þáttur. Síðan 7. mars, og síðan vonandi líka 8. mars, og síðan 13. mars, 20. mars, 27. mars, og síðan vonandi held ég 3. og 10. apríl. Og síðan, ég ætla að reyna að gera páskadátt, sko, sem eru páskakona eða eitthvað, sem kemur líklega út á páskadegi, 17. apríl, og síðan voru kannski þáttu 24. apríl, sko, svo vikan eftir 1. mæ. Þá er náttúrulega yfir frí, sko. Þannig að ég held að það sé gaman að fara frí á 1. mæ, og síðan vikun eftir það kom mæðradagurinn. Við gerum bara þátt á, og það er 8. mæ, síðan þetta 15., 22., 29., já, síðan er 5. júní held ég líka, þá hvítasunna, og síðan kannski 12. júní, 19. júní og 27. júní, þá kannski í sumarfrí. Síðan held ég að verður ekki þáttur í júlí, sko, júlí verður frímánuður, ég er nú að fara til útlanda, eins og maður kallar það, er að fara til Frakklands í lok júlí, og kem ekki aftur, sko, finna en held ég 5. ágúst eða eitthvað, þannig að við byrjum kannski eftir 7. ágúst og já, þá byrjum við bara aftur 7. ágúst, en já, þannig að ég fyrir svona annari seri sem hún endur lók júní, það var að 45 þættir í heildina komur út en 20 þættir þessari serju og já, síðan bara höldum við áfram held ég bara yfir í, já, ágúst, september, október, nóvember, desember, frá jólafrí og svona, og skilur að síðan kannski, já, hættum við bara að tökum sumarfrí, en núna er ég að tala ekki sem gerir 2003 og við skulum bara lifa núna. Ég var nú ekki að undirbúa mig til þess að taka upp neitt þátt, sko, þannig að ég var ekkert búin að undirbúa neitt, en já, kannski getur við komið þennan vínarleik, sko, sem Magnús kom með í síðustu viku bara aftur í næstu viku. Ég get alveg séð það fyrir mér, sko. En já, þetta er náttúrulega alltaf leiðilegt þegar svona uppákom að gerast. En það er náttúrulega samt ýmislegt framöndan og kannski karlakúin þetta er alltaf að stækka og þannig að við höfum alveg hugsað að kannski jafnvel koma í seríu 3 eða 4 jafnvel með seríu 3 kannski
eða 3, eða 4, ég veit það ekki allavega einhvern tímann þegar þetta var kannski að stærra og fleiri hlustanir að þá muni líka koma eitthvað svona eins og 2 þættir í viku, sunnudögum og miðvikudögum síðan erum við að fara að byrja alltaf með fullt á aukaþáttum þetta aukaþáttur og byrjum með fleiri aukaþáttum þetta getur bara verið aukaþáttur það sem við erum með spurningakeppni eða eitthvað í hálftíma eða eða svona eitthvað það sem við erum að gera eitthvað annað það sem við erum kannski ekki þegar komum að fyrir Mónapóli eitthvað þetta og ég það getur alveg gert sko ég ætla ekki að lúka um eitthvað sem að gera það sko kannski var hugmyndum að í kringu kannski borga svona eitthvað sem gæðlega í maí þá getum við kannski með þátt þær það sem við erum að tala okkar skoðanir þetta hitt og það bara jákvæmt en já, núna þarna með svona skinni einhvern veginn meira svona einhvern veginn, já, þetta náttúrulega þriðjudagur, kannski að tala hvað í gangi í dag, það náttúrulega óveður bara í nótt, sko, ég vaknaði í nótt, já og þetta náttúrulega mikil vitleysa sem í gangi núna í þessu óveðri og hafar ég eftir alveg vona að það myndi kannski falla niður mjög mikið af tímum í skólanum kannski þú veist þú það fellur alltaf niður kannski svona 1-2 tímar það fjall bara engin tími niður þetta og það var áhugavert og það bara komist allir upp en þetta var áhugavert en þarna, já, samt líka svona sko með kallakóðan sko þá getum við líka draumurinn okkar að við fáum okkur eigið stúdíu og já það gæti alveg verið heima hjá mér það einhver svona áform það gæti komið heima hjá mér sko þannig að þá myndum við bara fá podcastgræju setja hana á eitthvað svona borða eitthvað og við verum með 4 mikrofóna tökum upp þar það eiginlega betur sko maður ekki að stóra niður í bæ og svona en þetta náttúrulega bara mjög fín aðstæð hérna í Borgarbókasafninu og bara þakkið þeirra fyrir að gefa okkur þess aðstöðu kannski en á þetta hlustendatölurnar hvar standa þær ég hef ekki kíkt á það lengi sko en ég get nú alveg viðurkenna það að það mætti nú alveg koma eitthvað fleira hlustendur og bara ég efa þeir elski þetta hlaðvarp fyrir ykkur fáið sem er að hlusta sko þá mæli ég með bara að segja fjölskyldu ykkar og vinum og ég vil deila á samfélagsmiðlum og bara já, það er að fara að hjálpa ég get alveg lofa okkur því og við bara vonum að þetta verði alltaf stærra og stærra hlustendahópur stækka og já, draumur okkar einhverlega kannski einhvern tímann að menn eitthvað svona þetta er podcaststöðin eða eitthvað svona podcastfyrirtæki minna hafa samband við okkur eitthvað en ég sé ekki það vera að gera sko það fyrir ekki röngilegt hlustendatölurnar eru þannig við förum bara yfir þetta allt saman sko þannig að fyrsti þátturinn með hvað 68 hlustendur sko með hvað í maí það var bara 1 ár síðan annar þátturinn hann fikk 33 þriði 18 þannig að þetta svona fyrir svona aðeins niður það svona fólk svona gefur svo annars síðans en síðan svona nei, þetta ekki spes síðan 4 þátturinn fær 25 þá svona einhverjir aðrir svona ég ætla bara að hlusta þáttur þá fær næsti sko 50 þátturinn hann fær 13 7. þátturinn hann var 23 4. tók frí og 7. fær bara 10 næsti 11, 15 fyrir þarna við viljum allavega koma alltaf við 20 sko 15 og 16 og síðan 15 hlustendur og síðan kemur þetta alveg upp í 16, 15, 14 síðan allt síðan í september þá kemur upp í 26 og næstu þau var 27 og 20, 21 síðan þetta kemur í bylgjum og þannig bylgjan aðeins að lægja í loka október 19 16 í nóvember og síðan kemur auka það sem þetta Úlfi þegar hann fattar að hvað Spandikot lifna við sem var 9
síðan fer þetta, síðan einhvern veginn, þetta kemur síðan eiginlega aftur, sko, næstu var 21, næst eftir það, sko, fær bara 12, hún eftir það 10, Arnmundur einnig kompani 10, eftir það 12, 9, Jóla kom fyrir 18, þá 26 var 6, sem var eiginlega ekki þáttur, og 27. þátturinn fær 2. Það er meira en vika síðan að koma, þannig að þið getur gert betur þarna, deila þessum 27. þætti og bara vonum bara, en já, það við erum með svona 3 staðdándustendur, við erum með 3 svona hardcore fans eins og þetta. Ég held að einn af þeim yngri bróðunum, hann er mikill aðdáandi, sko, síðan, já, ég held að Úlfur hlustar hann svolítið út og Mattías kannski líka, sko, en Maggi hlustar ekki mikið á þetta, sko, ég hlusta alveg á þetta, sko, nema ég bara svona vera meira að gera og svona, ég hef ekki hlusta á þetta síðan í svona október kannski. En já, það eru svona 509 talsins, sko, sem hafa hlustað á þetta. Og já, núna, ég veit ekki hvernig við erum að auka svona hlustunni, sko, ég veit ekki hvernig það á að gera, sko, en já, ég vona bara að það komi tímanum. En já, hvað framöndan, spyr kannski fólk, kannski bara hjá AS og TV og svona, skjárinn, hann verður, ætlum að hafa 4. seríuna, hún núna í gangi, og mun enda í lokum maí. Síðan, erum við kannski sko að byrja með eitthvað svona sitcom má kannski kalla það, en svona ekki bara sketsa, heldur meira svona heldur meira bara svona eitthvað annað. Heyrðu, en við ætlum að heyra smá í gangi, ætlum að heyra smá við ætlum að heyra smá svona lag meðan ég þarf að svara nokkuð skilabóðum, ég er að fá fullt af skilabóðum núna, við heyrum svona lag, það er ekki alveg búinn, ég ætla aðeins að reyna að tala fram, en við fáum lag. Já, ég finn ekkert snurrana. Já, ekki en ég að vera eitthvað við sem að klippa með þetta, sko, og það þarf ekki að klippa svona hluti, sko, það er ómyndið. En við ætlum bara að heyra gott lag, það stemmar í því. Bara fyrir playlista minn, sko, þegar ég er einn, þá get ég bara að spila hvað sem ég vil, sko. Nú, hann afi! Sorry þetta. Þetta er alveg geggjalag, sko. Heyrðu, en já, ég er við ætlum að heyra lag sem heitir, við ætlum að heyra lagið Danger Zone með Kenny Loggins. I'm away.
Já, segja hann bara. En þarna, já, ég þarna settur aftur, þarna heyrðum við lag með Kenny Loggins. Við lagði Danger Zone úr kvikmyndinni Top Gun. Góð mynd. Já, fyrir að koma framhaldsmynd núna í maí, sko. Ég bind nú ekki miklu vonum við það, sko, en já, en ég ætla samt að vera að sjá hana, sko. Ég verð að gera það. En já, allavega, sko, það bara þannig, sko, það var koma fréttir í dag, sko, að streymis þjónustan HBO Max sem átti að koma í haustið 2021 var ekki að koma í vor. Og nú fer öll önnur Evrópulandi með Ísland, sko. Mér finnst það ekki nógu gott, vegna þess að HBO Max frábær streymisveita. Örugglega bara, ég held að þetta sé svo besta, sko, örugglega mínum að þessu besta, en aðrar streymisveitur sem fylgja fast og eftir eins og Disney Plus, Hulu, Peacock og Paramount Plus og Netflix, það fínt. Svolítið ómyndið samt, en já, ég svona, það náttúrulega mjög mikið af góðu efni inni á HBO Max og þetta er ekki auglýsing, ekki segja, hei, þetta verður með auglýsingar í podcastinu, ekki segja það. Þetta er ekki auglýsing, þetta er meira bara svona kynning. Og já, ég var nú að tweeta í dag, spurði HBO Max, hvað er þetta? Já, hverju eru þið ekki ennþá búið að opna eitthvað þjónustöðina? Hvenær verður það? Ég tweeta eitthvað þannig. Þannig að jú, þannig að það þarf bara einhver að koma og að gera þetta, finnst mér. En já, ég er nefnilega, með smá svona gerði kynningu fyrir þessi mánuði síðan, það sem ég var svona að taka saman svona efnið, kannski, sem er þarna inni og ég fara léttilega yfir það. Bara þetta eru ástæður til þess að fá sér HBO Max. Ég ætla bara að tala þetta allt saman, sko, en þetta er bandarísk streymisveita. Þeim opnaður 2020 og ég ætla að útskýra, af hverju þetta er að fá HBO Max og ég ætla líka að útskýra, þetta er eiginlega bara sniður á Netflix og HBO Max er efnið frá HBO, Warner Bros, DC, Adult Swim, Cartoon Network, Comedy Central, CNN, Sky, TBS, TNT, Turner Entertainment, Boomerang og frá fleiri fyrirtækjum. En já, aðra fræðunar slumsettur í þessum bransa, náttúrulega Hulu, Discovery Plus, Paramount Plus, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Prime Video, Peacock, eitthvað þannig. Og já, þetta er eiginlega svona aðeins ódýrar aðra streymisveitur, sko. Þetta kostar rúmlega 15 bandaríkja daglega á mánuði, sem samsvarar 1930 íslenskar krónum. Netflix kostar 65 krónum meira, hann HBO Max kostar Disney Plus kostar svona aðeins ódýrar svona. En já, þetta er svona, en þú veist, hvað er HBO Max? Þetta er bara, ég ætla bara að segja hvað HBO Max hefur að bjóða, taka vinsælega kvikmyndir í sjónvarpssæti sem veitir að vera að bjóða. Og þú veist, það byrja kannski á svona gaman sjónvarpsþáttum, sitcoman. En það er að finna allar 10 þáttaröðnar af Friends, einnig endur fundaþáttur á 2021, það sem leikarnir koma saman aftur. Allar 12 þáttaröðnar af The Big Bang Theory og einnig svona spin-off þætti sem heita Young Sheldon, einn aðalkarakterinn, það sem var ungur. Allar 6 þáttaröðnar af The Fresh Prince of Bel-Air, einnig enda fundaþáttur frá 2020, það sem leikarnir koma aftur saman. Og fyrstu 24 þáttaröðnar South Park og fyrstu 11 þáttaröðnar Curb Your Enthusiasm. Talandi Curb Your Enthusiasm, Larry David, þarna vegna þess að sko Seinfeld var að koma á Netflix fyrir nokkrum mánuðum og ég er núna að horfa, frábæra þættir, mæla með því. En allavega, sem var ég sko að lesa að árið 2026, þá fær HBO Max réttin af Seinfeld, þannig að streymis þetta hefur þá eiginlega 3 vinsælustu grínþætti vinahóp þá, þannig að Friends, Big Bang Theory og Seinfeld.
Friends og Seinfeld á sömu streymisveitunni. Það bara náttúrulega, þetta bara út í hött sko, þannig að þið verða að fá okkur þetta. Já, allar 6 þáttarna Sex and the City, einnig búið á kvikmyndirnar, byggður á þáttunum frá 2008-2010, 2 myndir. Síðan framhaldsseríu af 2001 karakterinn í dag sem breytið I'm Just Like That og síðan einhverja svona dramarhættir svona, ég nú fann eitthvað þannig. Það eru fyrstu 3 þáttarna Succession, þáttarinn Chernobyl frá 2019. Allar þáttarna Game of Thrones síðan að vinna einhverjum spin-off þáttum í House of Dragon menna þetta. Og já, síðan náttúrulega bara svona aðra kannski svona grínmyndir. Bjóðu bara mjög mikið úrvala góðum, gaman mynda svona seríum. Heilu seríurnar eiginlega í boðana og sem ég finnst bara mjög jákvæmt. Ég mikil svona aðdáandi þessa mynda af þeim. Þannig að já, ég núna að finna þetta. Rosalega mjög mikið að skulum þetta náttúrulega brotið þetta sko, ég búin að finna það held ég, já en já, það eru til dæmis sko allar já ok, það eru til dæmis allar vacation myndirnar, vacation, European vacation, Christmas vacation, Vegas vacation og vacation 2015 rýbótið, það vantar reyndar sko stjöttmynd sem heitir Hotel Hell Vacation. Síðan vantar líka sko svona spin-off mynd sem heitir Christmas Vacation 2 Eddie's Island Adventure. Hún var, ef það tvönd að vera það var að fórbært og síðan líka fyrir að koma spin-off þættir seinna á þessu ári sem heitir The Griswolds. Ég er ekki spenntur fyrir þeim en ég ætla þetta að ára þá, ég er aðdandi seríunar. Eru allar 3 Beverly Hills Cop myndirnar og þú veist þeir eru að resta þetta eru ein af 3 sem hefur réttin á þessu. Þú getur að fundið þetta neinstaðar annars þar. Allar 7 Police Academy myndirnar, allar 3 Hangover myndirnar og síðan kemur fleiri myndir, allar 3 Rush Hour myndirnar, allar 3 Austin Powers myndirnar. Síðan hafa þau til dæmis þegar Johnny English Strikes Again, hann var ekki heil sería sem er fyrir gleðilegt, það er líka einlega versta myndin í seríunni. Þau höfðu einna bestu myndum allar tíma, Pee-wee's Big Adventure, það var svona fyrst sem ég hefði áhuga veitunni en ég var bara að googla þeim og þau eru búin að missa réttin og núna hefur engin réttin á sig en ég þarf að finna bara GFG og ég er frekar pirraður út í þau en út í það, en síðan eru allar 3 Fockers-myndirnar, Meet the Parents, Meet the Parents, já, Meet the Fockers og Little Fockers. Það er allar þarna, en já, síðan er þeir að fara að gera líka eitthvað sem ég las aðan, fleiri myndir af, já, þeir eru að fara að gera sko Beverly Hills Cop 4, Police Academy 8, þeir eru líka að fara að gera, Rush Hour 4 og Austin Powers 4, þetta er eitthvað sem er væntanlegt sko. Og já, síðan hafa þau líka sko, þau hafa líka eitthvað fleira, já þau hafa minn með Ace Ventura myndirnar, þau hafa Dumb and Dumber myndirnar, þau hafa líka minna þau var rétti líka American Pie myndunum og síðan hafa þau líka, þú veist þau hafa líka réttin á ýmsöður uppbyttu, ég er að finna fleira og maður kom lítið sem að vera rétt á núna sko en byrju, ég er að finna já, nei það er ekki er það þetta? Nei, það er ekki þetta þetta nei, ekki þetta já, ég fann það já, þau hafa auðvitað mjög mikið annað eins og tettmyndirnar þau hafa síðan alls konar fleira eins og til dæmis já, þau hafa líka já, þau hafa bara alls konar fleira fáir
fáið ykkur þetta bara. Ég finn ekki, það er bara Lego Movie myndunar fyrir að hvað sama. Og sitt hvað fleira síðan það ára. En allavega ég mælu með þessu. Já, þið hafa haldið líka stúart litlu myndunar fyrir áhugasama. Þið fáið sem er áhugasamir. En já, ég ætla að segja frá vetrarfrí, þá var vetrarfrí. Og þá ákveði ég að horfa svolítið mikið bara á gamlar góðar grímyndir. Þannig á sunnudeginum fyrir viku þá ég var að horfa aftur á Big Mamas myndinar, sko. Ég horfði á þetta fyrst á 2018, skilurðu. En ég hef ekki séð þetta síðan 2018. En ég horfði sko á fyrstu myndina á sunnudaginn og síðan byrjaði að vetrarfrí á fimmtudaginn og þá horfði ég sko á þá var ég á aðra Big Mamas myndina og fyrstu tvær var fórbár. En síðan nefnilega sko horfði ég á föstudaginn og þriðju myndina. Heitir Big Mamas Like Father Like Son. Og það er bara ekki góð mynd, sko. Ég mæli eiginlega ekki með henni, sko. Það er bara vond mynd, sko. Og bara, nei, hún er bara vond, sko. Já, og síðan á föstudagskvöldinu horfði ég á Naked Gun 2. Og laugardaginn horfði ég á Naked Gun 3. Og laugardagskvöldinu horfði ég á Dictator frá hana Gæmum sem gerir Borat. Og sunnudeginum þá horfði ég á sunnudagsmótinu Pink Panther Steve Martin útgáfuna sem er mjög vonandi mynd. En já, ég þarf alveg að þessi tími er að vera búin hérna sem ég hef í kompani, þessi litli tími, þannig að við endum þessu kannski bara á ljúfum tónum. Takk fyrir mig, við sjáumst vonandi aftur á sunnudaginn. Eigið góða viku. I love fyrir ekki. Já, heyrðu, þarna þetta er náttúrulega algjör villis, sko. Þetta er alveg hvernig þátturinn, sko, síðan sem aldrei kom út endaði, sko. Endaði bara í, þú veist, algjör villis. Já, einmitt. En ég var að sinna svona hlustandum sem eru með eitthvað svona ASMR fættist eða eitthvað. Herru, takk fyrir að hlusta og bara já, horfðu á nýjasta skjáðin, hann er mjög